17. liður, fundarboð, umsóknir styrki og boð þjónustu. Liður 17. Enduræfing þekkingarsetur afmælisráðstefnu á 21. mars. Ég reikna með að sé á þessu ári. Kemur ekki fram. 17.2. Glímusamband Íslands 27. febrúar 2013. Svolítið gamalt. Keppnisverði Skotlands. Þetta heit að vera 14. Jú, þetta bara afsláttarvilla hjá mér. Ég hef verið föst í 13. Liður 17.3. UMFI. Það er 2014 að verða ekki mjög strikana sem til að blæða. Guðfinna gerur svo. Sko, það er ekki, á ekkert að vera neinn umræðu 17.2, eða? Jú, ég ætlaði bara að renna yfir liðina og svo getum við tekið það. Já, allt í lagi. En frá UMFI þegar frá 22. febrúar auglýst eftir umsóknum frá sambandsaðilum UMFI að taka sér undirbúning á framkvæmd 6. landsmóts UMFI 50 plus árið 2016. 17.4. UMFI 28. febrúar 2014 auglýst eftir umsóknum að taka sér undirbúning á framkvæmd 20. unglingalandsmót UMFI sem haldið verður Verslunarmannahelgina 2017. 17.5. Rannsóknir ráðgjöf í ferðaþjónustu erindi frá 7. mars 2014 sem er boðum þjónustu. 17.6. Suðurland FM 96.3 frá 11. mars 2014 boðum þjónustu. Þetta eru þessi liðir sem eru undir þessum kafla. En þá er orðið laust einstaka liði eða alla. Þjóðsvöru Guðfinna var hún að biðja orðið að þetta. Já, ég held bara að alltaf vera af því að þar kemur uppkast að afgreiðslu sveitarstjórn sér ekki fært að verða við erindinu þarna í sambandi við glímu keppnisferðina og eru ákveðnar reglur í gangi sem sveitarstjórn var búin að samþykkja þegar það væri verið að fara að keppa fyrir Íslands hönd. Fellur þetta ekki undir það? Það kom ekki fram í erindinu að væri neitt hérna í þessu og ekki ákveðin upphæði eða neitt í erindinu. Við erum með reglur í gildi sem að snúa að einstaklingum innan sveitarfélagsins ef að þeirra að keppa fyrir hönd landsins og eins ef að keppnisferðir er að ræða sem að eru falla undir reglurnar. Það kom ekki fram í þessu erindi. En ég bara hef þetta eins og þau vilja. Nú veit ég að það var verið að sækja það er aðili frá úr sveitarfélaginu sem að er að fara í þessa ferð. Og er það erindi ekki hérna inni? Nei, það kemur hvergi fram í þessu erindi og ekkert beðunin ákveðna upphæði eða neitt. Já, það er engin umsókn komin inn. Nei, ekki bara þetta sko. Biðja stuðning en ekki beðin neina ákveðna upphæð og ekki gert neitt grein fyrir því að það sé neitt úr sveitarfélaginu hérna að fara í þetta. Er þetta þá ekki bara kynningarefni? Bara til kynningar? Því að við erum ekki að verða við erindinu. En ef einhver er að fara þarna fyrir hönd síns landsambands, keppa á erlendri grundu, þá er erlegt að koma einhver umsókn frá viðkomandi sem að eru þá tekin til afgreiðslu samkvæmt þeim reglum sem að það gilda. Já, þetta er misskilningur hjá mér. Það er sem sagt keppandi að fara og mér var sagt að hann er búin að sækja hérna styrk. Það eru líka 2 ásækningar þarna. Þeir eru búin að fá styrk þar, þannig að ég held að þetta sem sagt, þessi umsókn væri hér inni, hún er ekki í gögnunum. Ég hef ekki fengið nema þetta. Það er bara til að bara hvetja viðkomandi til að koma inn umsókn. Sem fyrst. Já, orðið laust þennan 17. lið, gjörðu svo vel, Torfi. Já, mér finnst bara sjálfboðið að hafna þessu erindi en lít svo á að komi erindi frá íbúa í sveitarfélaginu sem er að fara í þessa ferða þá hafi sveitarstjóri heimild til þess að afgreiða það samkvæmt með reglum sem eru í gangi og ég held að gefnu tilefni þá
væri nú bara gaman að því að sveitarstjórinn myndi bara hafa samband við viðkomandi og leiðbeina honum það hvernig þeir að haga sér í málinu, því að við erum auðvitað að vera stolt og ánægð yfir því þegar einhverjir eru í svona hópum. Í þessu bréfi ekki farið fram á millistig, þannig að það þarf hvorki að hafna því eða samþykkja. En þetta bréf og örugglega vera kynningarefni með umsókn Já, það hefur verið frekar. frá einstaklingi. Þetta er bara tilkynningar. Þannig að mér finnst eðlilegt ef að vita hver að fara að viðkomandi verið bent á að sækjum og að hérna liggi fyrir kynningarefni með til stuðnings slíkri umsókn. Bara eitt enn í því, þetta er ábyggilega þannig að erindi sjálft hefur týnst. Þetta hefur verið fylgigagn með, því að ég veit það að aðeins er búin að sækja þetta. En þú ert vissum að það er ekki annað bréf? Ég hef ekki komið til mín. Ég held að þetta fari gegnum skrifstofuna sko, þannig að það hefur bara dottið niður. Beinir því endilega til viðkomandi aðila þá að gera eitthvað í sáðu. Steindór? Það væri kannski ástæða til að setja þetta á heimasíðuna, jafnvel einhverja litla auglýsingu þar sem fólki bent á þennan möguleika. Svo í búkvöldlega, náttúrulega við lesin, en það sem svona, það er alveg ekkert víst að fólki sé kunnugt þetta, þannig. En orðalagið þannig á þess að þetta augljóst að þetta á að vera til stuðnings umsókn, til skýringar. Nú, fleira sem að viljum ræða 17. liðin. Það er kannski þarna 17.6. Já. Það er minnst hérna í erindinu til sveitarstjóra á mig og Torfa. Var búin að nefna þetta Steindór og Torfa þar sem þeir tóku jákvætt í þessar hugmyndir. Ég kannast alveg við að ég tók mjög jákvætt bara í hans símtal frá honum, þessum viðkomandi manni og bent honum einmitt bara á að senda inn erindi sko. En ég aðru leiti tók ég enga afstöðu til hvorki jákvætt eða neikvætt í þetta erindi sko, bara það sé á hreinu. Sem er kannski svolítið óþægilegt að greiða þetta, svona gefið í skinn að maður hafi verið að lofa honum ykkur sko, það var því fór fjarri, ekki ég allavega. En eins með mig. Svo ég af sér loforðin. Þetta er gott mál. Jú, þetta er fínt mál. Þá þetta tilkynningar. Ef ekki fleiri kveða sér hljóð sem 17. lið, þá 18. liður næst, það annað efni til kynningar. Þetta er líka 17.5 til kynningar. Já.